Herru, Stefán, fyrst byrjar. Já. Segðu okkur frá þessu barni sem þú varst að berja hann daginn. Já. Við þurfum að fá útskýringar á því. Já, viljum vita. Þú landir bara barn. Já, ég meina. Þú varst eitthvað fyrir framann leikskólan. Fólk má ekki vera fyrir mér. Nei, það labbaði fyrir þig og þú landir það bara. Já. Ég sá það gerast, ég reysti ekkert vel á það sko. Ég er búin að taka við. Þetta er Einar Bauer. Hvað er þægilega að sitja hér? Þú situr aðeins hærra. Finnst þetta þægilega? Þetta er miklu þægilega að setja í. Það er hérna. En af hverju landir barnið sér? Það var bara fyrir mér. Herri, ég er farin samt. Já, við sjáum. Nei, komdu. Ég er að gera ógeðslega mikilvæga hluti. Gaman að sjá þér. Þetta var gott klapp maður. Jesus. Ég heiti Stefán Atli og kallast Stefán Berg þegar ég gerir tónlist og þú ert að hlusta á hlaðvarpi 2 fellar á öllum helstu streymisveitum og í vídeoformi á YouTube. Sælir fellar, í dag erum við nýjan gest. Þetta er flott intro. Þetta var flott intro. Það er hann Stefán Atli. Já, ég heiti Stefán Atli, komið sæl og blessu þeir eru að hlusta á 2 fella á öllum helstu streymisveitum. Mikið rétt. Við erum komin hérna í brennslunum náttúrulega. Þú varst í brennslunum daginn, ekki? Ég var í brennslunum daginn, þar sem ég var að kynna nýju plötuna mína. Já. Og hvernig var það? Var það gaman? Það var fjör. Það var Egill og Kristín og Rikki og... Basically fjast að lifa minn draum að fara í FNI 7-stúdíu. Já, hefur þið gert það? Nei, mér langar ógeðslega mikið. Við skulum láta það draum rætast. Já. En til þess þarf það að gera eitthvað svona noteworthy. Skil láta það rætast en þú þarf að gera eitthvað fyrst. Já. Við erum sko búin að fá Rikka og Egill hérna. Já, ok. Kristín svarar okkur ekkert. Nei, Kristín, hún svaraði okkur en kom svo ekkert. Eða svona svaraði ekkert meira. Já, ég á eftir að hlusta á þáttunum Agli, sko. Já, það er mjög gott, sko. Góð þáttur, en ég man eftir fyrsta útvarpsviðtalinu mínu. Ég held að það hafi verið 2014 í örugglega maí. Þar sem að ég og Ingi vorum búin að gefa út lag sem heitir Dancing Alone. Við kalluðum okkur Nixo. Já. Og það var hann Yngvi Eysteins á FM sem að tók lagið okkar og spilaði það á FM, settaði í spilun. Og tók fyrsta útvarpsviðtalið við okkur. 2014. Já. Var það gaman að? Já, það var fjör sko. Ég var að rifja þetta upp daginn sko. Síðan þá hef ég örugglega farið yfir 20 útvarpsviðtöl ef ég get talið rétt sko. Það er mjög gaman sko. Þetta er mjög fyndið sko. Við fengum ykkur 7. september og hann kíkjaði þetta að minga. Já, fyrir árið síðan. Sem iSchool þá. Já. Nú er iSchool hætt. Já, eða hvað? Já, hvað? Þeir enda tókuð livestreamin daginn. Já, það var fjör. Við vorum að spila Fortnite þá, bara svona surprise. Af því að ég og Ingi vorum bara saman að spila Fortnite og svo allt í henni segir Ingi bara ef við ekki taka svona surprise livestream ekkert mann. Og ég bara, jú, kendi mig það. Gekja. Ertu ennþá alveg að fulla í Fortnite? Já. Jaha. Mjög góður leikur. Ég spila líka Valorant, mjög góður leikur. Er þetta ennþá bara lifandi, Fortnite? Fortnite er ennþá alveg helviti stórt. Hann er boominn, sko. Boominn, er það? Já, þú meina þú sér Epic Games, þau eru að græða svo mikið pening á samstarfssamningum, svo náttúrulega eru þau líka. Jesus Christ. Þau eru náttúrulega, fólk er að kaupa skinn og er með áskriftir og eitthvað. En samstarfssamningarnir eru náttúrulega, þú veist, það er Netflix fyrir Stranger Things og Disney og Marvel og allt þetta. Stranger Things? Það voru Stranger Things karakterir í Fortnite. Og er þá Epic Games að græða? Já, þú veist, Netflix er að borga til að auglýsa Stranger Things. Þannig að þú veist, þótt að leikurinn sé frí þá er hann fullur af auglýsingum. Það er magnað, sko. Gekkja líka fyrir tónlistamönnum. Já, Marshmello og Travis Scott héldu tónleika þarna og svo Star Wars collab og eitthvað. Það er endalaust. Það er rosalega flott, sko. Já. Hvenær byrjaðu að spila tölvuleiki? Ég er eiginlega bara 6 ára eða 7 ára. Svo tek ég bara pásu og er ekkert að spila neitt, þú veist. Og svo bara náttúrulega 2017 í desember þá var litli bróður minn, hann er með PlayStation og hann segir hann fær PlayStation og ég segi við hann já, mér langar að spila Star Wars Battlefront það er leikur sem ég var mikið að spila geggjaður leikur sko. og ég kaupi hann fyrir hann PlayStation fyrir hann Huga svo segir hann, allir vinir minn eru að tala um hann leik sem heitir Fortnite og ég bara, hvað kostar hann? Svo hann er frýr þannig að við fyrir í PlayStation og downloadum Fortnite og svo bara í janúar 2018 byrjaði ég að Ingi að stríma Fortnite í beinni. Já. Ég man sko, ég fekk mér Fortnite held ég degi eftir hann kom út. Já, 2017. Já, ég var bara ógeðslega fljótur að fá hann og
og þú veist, vá, hvað er skrítið að horfa á hann í dag eða svona sjá hvernig hann er í dag og hvernig hann var þá svona þegar hann byrjaði. Þetta er ógeðslega fyndið svona hvernig hann er orðinn öðruvísi. Það er svo mikið, þú veist, í game mechanics, þú veist, hann er alveg eins en það er bara svo margt búið að breyta svona margir aukurlutir og svona dót, Já. sko. Og bara þú veist, miklu betra mapp. Er sama mapp eða? Nei. Já, eiginlega, sko. Það er Sko- alltaf sama eigin, það er bara búið að breyta staðins. Og fleiri bæir og hvað, ég manna það bara Salty Springs, er það ekki? Jú, og Greasy Grove og Tilted Já. og Pleasant Park. Tilted var náttúrulega ekki fyrst. Nei. Það kom eitthvað season 2. Tilted er náttúrulega horfin núna, sko. Mér langar að spila þetta aftur, bara svona. Ég Þetta er mjög kíkti gaman, í hann daginn sko. Hann, þú veist, þetta er alveg skemmtilega leikur, ég skil alveg hvað fólk spila hann, en ég veit ekki, hann er einhvern veginn svona. Ég náttúrulega tók einhverja 3 mánaða pásu frá honum. Svo byrjaði ég aftur og þetta var bara ógeðslega gaman. Ég reyna að spila að minnstu kosti, þú veist, 3-4 sinni í viku, af því að það bara gera hluti sem manni finnst skemmtilegir, sko. Varstu ekki líka eitthvað að þjálfa? Jú, ég var að þjálfa Fortnite hjá Rafíþróttadeild Fylkis og ég er akkurat í stjórninni þar hjá Rafíþróttadeild Fylkis. Hvernig það? Við erum bara með fundi einu sinni í mánuði þar sem við erum að fara yfir hvernig staðan er á starfinu og við erum að redda sponsum fyrir starfið og og bara sjá hvernig, þú veist, hvað þurfum við að gera, þú veist, hvernig eru liðin okkar að standa sig og hver ætlar í samskiptum við liðin og hvernig ætlar að skipuleggja veturinn og svona. Já. Mjög gaman að vera í svona stjórnarstörfum. Ég er líka að fara að bjóða mig fram í stjórn ungra pírata. Nó. Já. Okay. Ég fekk rosalega mikinn áhuga á stjórnmálum bara mánuði fyrir kosningar. Ertu bara mikið inn í kosningunum það núna sem var í gangi? Já, ég var sjálfboðaliði fyrir pírata í þessum kosningum og var að hjálpa þeim að klippa vídeo. Já, Og þá kynntist ég verðandi þingmönnum og núverandi þingmönnum sem voru þá þingmenn og að því að ég lá bara að andvaka eitt kvöldið og fekk bara allt í einu áhuga á stjórnmálum og fór bara að lesa Wikipedia bara stjórnmálasögu Íslands og þá fór ég bara nú stjórnaráðu.is og alþingi.is og fór að lesa lagafrumvörp og kynnum bara hvernig alþingi virkar og eitthvað. Svo myndi ég í síðustu kosningum þá kaus ég Pírata því það var eitthvað sem ég fílaði við á, skilurðu. Og svo bara fer ég á netið og sæki að vera sjálfboðaliði á vefsíðunni þeirra og ég fæ ekkert svar. Þannig ég bara hringi og framkvæmdastjórinn svarar og segir bara hæ, ég var að sækja að vera sjálfboðaliði. Hún bara já, takk fyrir að ringja við slum vera í bandi við mjög fljótlega. Og svo bara hringir eitthvað gæði sem er að vinna fyrir Pírata í mig og segir bara, herru, getur þú komið núna og hjálpa okkur að klippa vídeo og eitthvað. Þú ert með svo flotta ferilskrá og ég bara já. Og ég bara einhverja 4-5 daga bara að klippa vídeo með þeim sko, fyrir kosningarnar. Gekja. Það var mjög gaman sko. Svo voru þau að bjóða mér í partí núna síðasta föstudag bara. Og þá voru bara þingmenni sem voru komin inn og sjálfboðaliðar og fólk sem var að vinna fyrir Pírata. Og þá voru það hvetið mig til að bjóða mig fram í stjórn ungra Pírata. Já. Það er ekkert annað. Það er fjör sko. Og hvað er það þá? Það er basically bara svona grasrótastarf stjórnmálaflokka. Það er svona ungt fólk sem er undir 35 ára er að taka þátt bara í stjórnmálaumræðu og skipuleggja viðburði og svona á vegum flokksins. Já. Það sem ég fíla svona mikið við Pírata það er að þeir eru með svona ákveði svona manifesto sem er bara svona þeirra svona grunnreglur og fyrstu 2 reglunar er eitthvað við tökum ákvarðanir byggðar á gögnum og hversu góðar ákvarðanar eru sama hvort hún kom frá hægri eða vinstri, skilur. Þú veist, þau vilja byggja ákvarðanatökuna á data science frekar heldur en bara tilfinningum eða sérhagsmunum. Já, einmitt. Og mér fannst það rosalega sterkt og það er þess vegna sem ég fíla hana flokk alveg mjög mikið sko. Og sérðu fyrir þér á frá Alþingi eða að bjóða þig fram? Ég veit það ekki sko. Það var, þú veist, þegar ég fór þarna og var að hjálpa þeim sem sjálfboðaliði þá voru nokkri sem voru að segja eitthvað svona já, hvað, viltu svo ekki fyrir frambóð okkur vantar alltaf gott fólk að lista og eitthvað svona. Þú veist, það er alltaf sveitarstjórnarkosningar að koma núna. En þegar þú ert opinber fulltrúi, þú veist, þá er eins og þú ert alþingi, þú veist, þá er símanúmer 1 bara á vefsíðu alþingis, skilur og fólk er kannski bara að ringi í þig bara hvað er það? Opni minni bilar, þú veist, það skal ég meina.
og þú veist, þetta er ógeðslega mikið áreiti og eitthvað svona sem fylgir þessu. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað fyrir mig en ég held að þetta geti alveg verið spennandi starf sko. Já. En ég ætla ekki að útiloka neitt í framtíðinni sko. Nei. Ég veit gjörsamlega ekkert stjórnmál. Það er bara, Nei, ég er andjús bara, veit ekki neitt sko. ég hef akkurat það markmið að reyna að vekja áhuga ungs fólks á stjórnmálum. Hvað, var eitthvað hljóðið? Já. Já. Ég veit ekkert hvað hljóð það sko. Nei, það er svona sjöttir eitthvað. En já, Það er bara eitthvað hurð. þið eru hérna ungt fólk, þannig að mér langar að vekja ykkar áhuga á stjórnmálum. Já. Þú veist, þið náttúrulega viti að þú veist, við erum með þetta flokkakerfi Já. og eftir hvað hver flokkur fær mörg prósent af fylgi þá fær hann x marga þingmenn og hann þarf að fá yfir 5% fylgi til að fá eitthvað þingmenn einn sko. Já. Og þetta er, þið kusu nýttu kostningar eftir Við ekki? erum 17. Já, 18 næstari. ok. Þá kemur kostningaréttur. Þið getur kosið í sveitarstjórnarkosningum, þið getur ráða hver eru bæjarstjóri á Selfossi. Já, ok. Cool. Ég man ég fór í lögfræði áfanga í fyrra og það Já. var eitthvað að vera að tala um þetta. Ég er rétt svona að sníkla mér í gennum hann sko. Þetta var bara svona á 4,6 þannig að bara rétt svo undir einhverjunni. Ég var Mhm. svo glað, eða yfir einhverjunni. Ég var svo glad að reyna þessu sko. Þú varst í viðskiptafræði ekki? Jú, það tók mig 5 ára að klára BS-gráðu í viðskiptafræði. Það var náttúrulega, ég byrjaði 2015 svo útskrifist ég 2020 í október og ég var náttúrulega í mittitíðinni stofna kalt og svona, Já. Ég mitt. þannig að En þú varst bara að úrskrifast þegar við tókum við viðtalið ekki? Jú. Ekki bara, það var í nýjútskrifast bara í október já ok. í viðskiptafræðinni, þannig að það var mjög gaman sko. Og hérna, það var engin náttúrulega út af COVID, það var engin aðtöpt skilur, þannig að ég bara mætti í háskólanum og tók við plagginu og hérna, það tengir svolítið líka það sem ég langaði líka að tala um við ykkur sem er hérna ég hefur rosalega mikið áhuga á hérna svona markmiðasetningu Já. og ég man ekki hvort ég talaði um það í síðasta þætti fyrir ári síðan þegar ég kom Eitthvað smá í mannetti. Þið voru eitthvað að tala um það. en hérna ég er rosalega mikið hrifin af því að setja sér markmið og sérstaklega myndræn markmið en ég var með svona persónulegt Trello board þar sem ég hef búin að setja upp fullt af markmiðum og ég sagði eitt af þeim markmiðum væri að útskrifast úr viðskiptafræðinni og þá er ég búin að taka svona ljósmynd af eitthvað svona gæja sem ég held á svona skyrtunni, útskriftaskyrtunni Já. photoshopaði hausi minn inn á það og setti þessa mynd á Trello board og sagði bara ég er að fara að útskrifast sama hvað kostar sko og hérna og mér finnst bara alltaf gaman að ná markmiðunum sko Já. ég hef ógeðslega oft sett mér eitthvað markmið og svo bara hef ég náð þeim sko eins og ég setti mér markmið um daginn örugglega í apríl þá sagði ég fyrir október 2022 verið búin að kaupa íbúð Já. og ég náði því markmiði ára undan áallin Já, Varstu ertu búin að að kaupa? Já. Hvar? það er í Kópavogi Já. þannig að það er flott sko Það er ekkert annað. Hvað fermetrar? hún er 87 fermetrar Mm. þannig að það er bara 4 sko Já. þannig að hérna, fyrstu kaup er alltaf spennandi sko Já. maður þarf að vera mjög svona já, bara vanda sig bara rosalega mikið, bara passa sig að vera ekkert að kaupa alltaf mikið skyndibita eða eitthvað svoleiðis og vera að elda meira heima og, Ég þarf að fara að hætta því sko. já, Þetta er alveg svolítið mikið. þannig að það verður bara, þú veist, þetta er mikilvægt sko, ég hérna þú veist, var að setja allt upp í Excel skilur bara svona útreikninga, bara svona hvernig þú veist, var hægt að spara með að gera þetta og þetta og þetta, þú veist eins og til dæmis, þú veist eins og að maður að borga, þú veist 5.000 kall fyrir að fara í klippingu eða eitthvað en vinur minn til dæmis, hann hérna hann er að læra að klippa, hann gæti verið að klippa með frítt Já, næs. þannig að Ólega, við ekki bara klippa hvernig annan. Ég spæði að fara bara ekki í klippingum bara í mjög langt. Ég fór síðast í júli eða eitthvað. já, safna síðu, Mér langar ógeðslega mikið að segja mig síðar. Já, ég var Það er bara það hendi var í það. gaman Það hendi í það sko. sjátt á Aron eitthvað, minn mann en hérna já, það er hérna það er líka eitt gott sparnaðar ég var alltaf á Snapchat 2016 áður en það var eitthvað gett vinsælt
og alltaf að setja inn eitthvað svona sparnaðaráð og var svona alvöru sparnaðaráð en líka svona smá djók sko. Þannig að mér langar að safna saman fullt af sparnaðaráðum og kannski gera ég eitthvað með það, þú veist, setja á eitthvað bloggsíðu eða eitthvað svona. Búið bara til podcast um þetta. Já, það náttúrulega er Sparnatips með Stefáni. Já, Það er til sparnatips. Aha, Held það. Nei, það er eitthvað Facebook-grúpa sem heitir Sparnaðatips en svo er podcast sem heitir Leitin að peningunum líka. Já, ég hlusta. Ég hef aðeins verið að hlusta á það sko. Gæðan það, já. Myndalegu gæði. Júli hefða var með það. Já, hann er mjög myndalegu sko. Júli hefða var með það, svo er annar gæði komið með það núna. Já, Það er hérna, það er á vegum umbóðsmann skuldara. Já, hann er ekkert myndalegu, nei. Umbóðsmann skuldara. Já, það er gaman. En þú meitt settir á vísi eða ekki, svona skoðun. Jú. Það er mjög skemmtilegt að lesa það. Já, ertu að tala um hérna Sparna. Já, Hagsýni heimilisfæðurinn. Já. Það var alveg gaman sko. Það var þríþætt sparnaðaráætlun sem að snýri sér Já, takk fyrir að heyra að það var gaman að lesa en hérna fyrsta var matur, þú veist, minnka skyndibita og svona, annað var föt og þriða var afþreying þú veist, og matur er náttúrulega bara minnka skyndibita og elda heima og svona skilur minnka matsón. Fötin, það er, þú veist, ég tók eins og tímabili í 2 ár þar sem ég sleppti að kaupa með föt sko. Já. Og það er, þú veist, ógeðslega gott fyrir umhverfið og maður spara gett mikið að því, þú veist, maður þarf ekkert alltaf að vera í glænýjum fötum og eitthvað. Ég er samt ekki að segja mér að vera ósnirtilegur neitt, bara þú veist maður getur bara keypt sér snirtileg föt og bara farið vel með þau og átt þau. Og svo er þriðja, þú veist, það er afþreyingin. Það er ógeðslega gaman að fara í bíó en frekar fara í bíó bara þegar það er þriðjudagstilboð eða nýta þessu tilbúin. Já, vera bara heima að horfa á Netflix og þú veist ég er ekkert mikið að fara á tónleika sjálfur heldur en ég er ekkert að segja að ég var að leiðilegt skilur en þú veist eins og ef maður er með Netflix og Disney Plus og Amazon Prime og Vivaplex og eitthvað þú veist að prófa að vera bara með Netflix eða eitthvað, þú veist ég var alltaf að hætta með Disney Plus og þú veist það sparar eitthvað 12 skall ári. Ertu meira á Netflix svona þetta er Disney Plus? Já, ég er búin að ég tók svona tímabilum daginn þar sem ég horfði bara allt á Disney Plus bara þú veist allt Marvel bara allt Marvel Universe og það er bara búin að horfa og bara getið cancela Disney Plus. Tókst það bara marathon bara? Já, ég ætla að gera en daginn mjög gaman. Ég hætti við þetta, ég veit ekki. Eru þið með Disney Plus eða? Já. En þú veist ekki sjálfur fóröldrar mínir? Já, nákvæmlega. En þetta er mjög skemmtilegt sko þessi Marvel Universe sko. Já. Er þetta ekki eitthvað miklu meira? 30 myndir. Ég er búin að horfa allar myndina sko. Ég var að fara að horfa aftur bara, allar röð. Það er mjög gaman sko, ég líka. Það eru ekki, þú ert ekki búin með allar? Nei, ég er búin með Iron Man. Já, mæli með. Mér finnst Iron Man er best uppáhaldskarakterinn minn í MCU sko. Ég elska eins og hérna Jarvis aðstofamæðurinn hans. Já. Hann er mjög góður sko. Þú veist, ég er hérna með dreymur að vera með svona gerfugrind eins og Jarvis sko. Það er cool. Bara svona AI heima þessir. Ég er með sko vinkonu minna Siri svo er ég með Google Home svo er ég með Alexa heimi á mér sem þetta allt? Já, svo er ég með Philips Hue og Lifex snjallperur og ég er búin að gera fullt af svona forritum inn í bæði Shortcuts appinu í iPhone og Alexa appinu þannig að þú veist þegar ég kem heim eftir klukkan 5 þá sjálfkrafa kveikna ljósin og þegar ég segi þú veist good morning Alexa þá lesa hún upp veðri fyrir mig og segja mig hvað klukkan er og spila tónlist og býða mig góðan daginn og eitthvað. Cool. Það er ekki sko, það er svona smá Jarvis feelingur sko. Já. Mér dreymir sko gervigreind sem að veit hvað þú vilt áður en þú veist það sjálfur. Þú veist. Hvað er langað að borða bara? Nei, bara þú veist, já, en hún er bara með allt lífið, þú veist, segjum að þú veist, mamma henni er ammali eitthvað. Þá veit þessi gervigreind það og hún sendi bara skilaboð í síman bara eitthvað ég er búin að finna 2 hugmyndir að gjöfum fyrir mömmu þína hvora viltu og segir bara ég vil þessa og segir hún ok, ég panta þessa gjöfulega að senda hana heim til mömmu þínar þú ert bara svona ok og það er bara búið að gera þetta fyrir þig ég er ekki að segja þessi latri eitthvað minnst það bara svona cool svona vísinda skaldskapur sko. Já. Er þetta mikið svona tækninörd eða svona þess að kalla? Ég er mjög gaman að tækni sko. Já. Sérst á svona tölvum eða svona sem eða þú byrjar að hugsa framtíðina svona alltaf að geta það. Já,
ég tók tímabili sem ég hlustaði mikið á svona hljóðbækur og ég hlustaði aldrei á skáldsögur, heldur var ég alltaf að hlusta bara á fræðibækur og tengt framtíðinni. Eru þið eitthvað að hlusta á hljóðbækur eða? Ég Hlusta einu fyrir skóla bara. Ég hef ekki aðteglunni í það sko. Ég bara geta ekki. Ég Þótt að sé að hlusta sko. mæli með Audible frá Amazon. Já, ég er með það sko. Já, fyrsta bókin er frí sko. Ég hlustaði þess að bók sem myndir The Inevitable, hið óumflýjanlega, Já. 12 tæknilegi hlutir sem munu breyta framtíðinni okkar. Og ég hlustaði þess að bók 2016 og allt í henni er bara að rætast bara tæknina, þannig að þessi gæi basically bara spá framtíðina, þannig að þú vilt vita bara hvað gerist í framtíðinni, þá bara lest þessa bók, skilur. Og hvað með gerast? Þetta er, 12 þættir, eitt er til dæmis hraði, hann tekur dæmi það sem hann segir, í gamla daga þá gerist allt á viku basis, þú fórst í bankan og svo settur einhver ávísun og tók viku að gerast. Já. Svo leið eitthvað tími og þá gerist allt bara á svona dagsbasis, þetta tók bara 1 dag að græða hlutina. Núna er þetta bara þannig að það gerist allt bara, tekur bara klukktíma og svo er þetta bara þannig að hlutinir, bara tæknilega hlutinir, þú fer bara í bankan og þetta er bara afgreitt á 1 sekúndu, skilur. Svona hraðin, svo er hann að tala um leiguna, hann spáir því að í framtíðinni þá basically munum við ekki eiga neitt, bara leigja allt. Og ef þið hugsið þetta með ykkur, bara málverk og föt og bara allt, bara leigja allt, skilur við. Og þetta hljóma kannski svolítið skrítið, en hugsið með ykkur, ég veit ekki hvort þið mun eftir þessu kannski fyrir 15-20 árum, skilur við. Nei, þið náttúrulega, nei, ok. Kannski 15, okay. 2 sko. Ok, kannski fyrir 15 árum, ég ætla bara að segja ykkur fyrir 20 árum, skilur við, þegar ég er 8 ára. Þá var þetta þannig að fólk átti geisladiska, CDs. Já. Átti VHS spólur, DFD myndir, átti svona hluti. En í dag þá ámar þetta ekki, maður er að leigja þetta, skilji. Þú ert að leigja tónlistina frá Spotify. Já, svona mánalegt. Já, þú ert að leigja bíómyndinar frá Netflix, skilur, að þú áttar ekki. Já. Og hann er að spá því í framtíðinu að vera allt svona á svona leigu basis. Þú leigir kannski listaverk í mánuð, svo skiptist það út, skilur. Þú leigir, þú ert í áskrift af fötum, þú panta bara, fær föt bara send og hann sér fyrir sér og ert kannski í eitthvað svona blokkar apartmenti, svo í miðjun er bara svona eitthvað garður með svona þyrlupalli og kemur bara dróni bara með það sem vantar þegar vantar það, svo bara svona skilar þig aftur í boxið og drónin fer með það, skilur. Það er hægt að vera áskrift á sokkum. Pappi mig var í því. Ég ætla að segja ykkur strákar. Það er sokklegt sko. Ég átti einu svona fyrirtæki sem heitir sockbox.is. Já. Og það var sokka áskrift af fyrirtæki. Já. En ég er búin að selja út úr því. Það er geggjað. Já. Gekk það vel eða? Gekk það vel? Já, bara fínt sko, en Svo tvisvar. það bara, Það bara að koma upp smá bara svona, við vorum ekki sammála hvernig við ættum að gera hlutina, þannig að ég bara ákvað að víkja frá úr því. En já, í dag þá er ég að vinna sér hjá 1819 nýr valkostur EHF. Það er svona upplýsingaveita og fólk fer bæði inn á vefsíðuna 1819.is til að finna fyrirtæki, símanúmer og einstaklinga og alltaf þeir eru útskýrta fyrir fólki að segja þetta er svona mjög svipað á já.is en þetta er í samkeppni sko. Já. Svo ringir fólk líka í símanúmerið 1819 fara upplýsingar um alls konar og svo erum við líka með þessari dótturfyrirtæki eða svona það er fyrirtæki sem er svona annað fyrirtæki líka sem kallast 1819 Torgið sem er svona app sem er búið að vera í þróun í 2 ár sem að snýst að þú getur fengið afslætti og alls konar tilboð þar inni sko. Og og eins og ég var að segja ána ég hef svo mikið áhuga á tækni þá finnst mér þetta svo spennandi ég er náttúrulega búin að læra viðskiptafræði og markaðsfræði og að vera að vinna í markaðsmálum sem maður er búin að mennta sig í það er náttúrulega bara draumastarf sko. Já. Þannig að alltaf ég vakna á morgnana og er að fara í vinnuna þá er ég bara spenntur og þakklátur fyrir að fá þessi forréttindi að hafa svona gaman í vinnunni sko. Já, þá er ég að sjá að gera markaðsáætlanir og framlega myndbönd og
Já, bara svona alls konar markasmál sko. Það er svolítið mikið að búa til myndbönd, eða ekki? Já, Við lánuðu ljósundaginn okkar. já. Hvað var að geta það? Það var ekki matar. Þá voru ég og Júlía vorum að taka hérna ljósmyndir fyrir einn veitingastað. Já. Það var bara stuð sko. Bara svona smá aukaverkefni. Gekja. Hvað finnst þér svona skemmtilegast að búa til myndbönd? Þú veist, hvað er sem heillaði við það? Bara frá því að ég var lítill hef ég alltaf verið að taka upp myndbönd sko. Og þú veist, það er bara einhvern veginn, þú ert að segja ykkur sögu og þú getur líka svo mikið verið að varðveita söguna. Þú veist, eins og þú ert að taka eitthvað upp og þá bara áttu það eilífi og þú veist, eftir 1000 ár spólið 1000 ár fram í tíman. Kannski er ykkur XYZ P1000 einhver manneski sem heitir það sem bara horfa á þetta og er bara eitthvað já, ok, þú veist ef þetta verður ennþá á serverunum eða þú veist Heldur að YouTube minni lifa svona lengi? Já Heldur það? Internet er eilíft sko. Heldur það? Já, eins og líka ég var að tala í þessari bók hérna The Inevitable, þú veist 12 tæknilega hluti sem munu breyta framtíðin okkar. Já. Þá var hann líka svolítið að tala þetta, þú veist, að hérna að þú veist, internetið og þetta þegar við erum á internetinu þá fer heilin okkar í svona state á svona stig sem er svona svipað eins og þegar maður er að dreyma. Þú veist, þú fer frá einni vefsíður og aðra og skrollar og heilin er eitthvað svona draumkendu steiti sko. Og þú veist, eins og fyrir 100 ári síðan þá voru ekki svona tengd eins og við erum í dag. Þú veist, ég get sendt Inga bara skilaboð og hann færði bara samtímis og bara svara strax. Þú veist, við erum öll svona samtengd. Og það sem er að myndast er svolítið svona hive mind, skilji. Það er bara svona collective mind. Þú ert ekki lengur með manneskjur, þú ert bara með svona þú veist, sameiginlegan haus af manneskjum. Já, það er að internetið sé svolítið svona að sameina þannig heila þá. Já. Þú veist, þú ert ekki með, þú veist, að því að manneskjur eru með svona consciousness, skilurðu og nú ertu bara komið með, þú veist svona samtengdar manneskjur einhvern veginn og þú veist, hann er að spáði bara eftir nokkur ár kannski nokkur 10 ára þá verður komið eitthvað svona sem heitir, þú veist, the holors sem er bara, þú veist allir á jörðinu eru bara samtengdir, fattar þú? Svolítið bilu pæling, sko, þegar maður pælir í því ég skildi ekki alveg nógu vel sjálfur til þess að geta útskipt þetta en mér finnst þetta mjög svona fascinating og ég mjög svona hreiðan svona vísinda skáldskap sko. Já, maður veist samt aldrei hvernig jörðin verður eftir mörg ára, þetta er svo skrítið, þú veist, annarkvort er hún alveg bara dauð eða eitthvað svakalegt verður í framtíðinni, við finnum eitthvað kjátt við þessu global warming eða eitthvað og svo, þú veist, þetta er bara endalausar pælingar alltaf. Já, algjörlega alltaf í gangi einhvern veginn. Þetta er, þú veist, ég er að reyna að finna eitthvað dæmi með þetta hive mind, collectible mind þetta er svo mikið svona þú veist ef að hérna það er kannski, þú veist einu manneskja sem, þú veist, ákveður að vera vegan eða eitthvað svo hvað fullt af öðrum manneskjum bara að vera vegan og þá er allir einhvern veginn þetta er líka svona svolítið eins og þetta echo chamber eins og það eru samfélagsmiðlum þú veist kemur einhver og hérna og segir bara eitthvað, þú veist, ég er vegan og það er snillt og kemur annar og segir það sama og það er bara alltaf að endurtaka sig þú veist, þetta er svona þetta býtur svona groups Tilheyrir þú einhverjum þessum groups? Nei, þú veist, ekki beint ég er svona ég er í svona Facebook grúpu sem heitir Snjall heimilið, ég er svolítið mikið á svona Snjall heimilum sko en það er gík í því gík í því? Já, en samt ekki mikið á þessir allra hörðustu sko. Hvað er sem er bara búin að forrita húsið sitt bara klósittu allt bara? Nei, þú veist, það eru opna stýringar 100% bara forrita klósittu ekkert þú veist, þannig að það eru stýringar á opnunum og þú veist, svo er það með lása, snjall lása Já, ég minn okkar í svoleiðis það er mjög sniðugt sko. Þú gert það með símanum og bara læst þegar þú þarft líka að hafa ef hann verður batterislaus þá getur notað líka sko. Þú verður að vera með svona safe double En ef við tölum aðeins tónlistunum sem varst að búa til plötu, svona instrumental eða ekki Jú.
Og hvernig, þú veist, hvernig ákvæmst að gera það? Ég var í smá svona endurhæfingaferli og það er mælt með í endurhæfingunni að fara í svona tónlistatíma. Þannig ég var í tónlistatíma að búa til tónlist alltaf og og var alltaf að mæta einu sinni í viku og var að búa til tónlist og það gekk rosalega vel og var bara mjög gaman sko. Og svo sem sagt fór ég bara og keypti FL Studio í fartölunum minna heima. Áttur ekki FL Studio? Nei, ég átti ekki sko. Okay. En ég fór bara og keypti það og var ég var bara með þú veist bara eitthvað svona demo-útgáfu þegar ég var yngri sko. En ég fór bara og keypti það og var bara alltaf bara næstu öll kvöld bara búið til beat sko. Og svo var ég búin að búa til einhver 150 beats eða eitthvað. Okay. Og svo var ég bara að keyra var að fara að hitta vinur minn í þjóðabókleðinu og við ég var að keyra ég nefndi ekki að hlusta á útvarpið, ég nefndi ekki að hlusta á Spotify eða hljóðbóka eða eitthvað, ákvað bara að hlusta á beatið mín. Svo allt í einu fæ ég bara flug í höfuðið, bara búm, ætla ekki út plötu. Þannig að meðan ég var að bíða eftir að vinur minn kæmi á þjóðabókleðina þá fór ég bara á iTunes, dró lögin inn og bara sagði bara þetta lag 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 eða eitthvað, 6 lög held ég eitthvað og raðaði henni bara upp út frá bítum sem ég hef búin að búa til og hendi svo bara í plötucover og og fór svo bara hljóðin inn á TuneCore sem er svona til að koma tónlistin sem Spotify og sagði bara hún kemur út eftir 2 vikur. Já, varstu alveg búin að ákveða sér hvað myndi fara á Spotify eða þú veist, þú sagðir 150 beat á hann varstu það bara búin að ákveða þessi eru best eða svona þessi er svona komið mest í greina sko og það er eitt beat sem að Ingi hjálpaði mér sér að gera hann gerir svona fiðlur í því, það er lag nummer 1 sem heitir Ásbyrgi og og svo er það lag nummer 5 sem heitir Ice Cream on the Beach og Ingi geði líka gítarinn í því okay. Þannig að hann var aðeins að hjálpa mér sko uppáðslægi mitt er Ásbyrgi nummer 1 og Sunset Boulevard nummer 2 sko þannig að ef þið strákan eru að fara að gera eitthvað vlog eða eitthvað Er þetta ekki copyrighted? Nei, þú veist, þið getið alveg að nota þetta sko okay. Ég myndi nota Sunset Boulevard sko, það er svona svipað fílingur í því. Ég tjekkaði hvað á staðinn, það var alveg gott ef ég man rétt hvað það var. Þegar ég fór sér sett í brennsluna á FM þá spiluðu það Þetta ekki búin að pæla í að syngja og svona, þetta ekki það að ég syngja það er verra heldur en köttur að í byggur pyntingu sko En þá fáum við svona til að syngja Ég gerði eitt beat sko Ég gerði remix af henni lagi með Alesso I Wanna Know með Alesso ég gerði remix af því og svo tók ég bara vókalinn í burtu og þá var ég komið beat bara sem var byggt á því svo fór ég á síðu sem heitir Fiverr þið veitu hvað síða það er og ég fann einhverju söngkonu og borgaði henni $40 eða eitthvað og sagði við henni bara sendu texta og syngdu yfir þetta viðlag það var hræðilegt ég er búin að lefa Inga að heyra það sko ég lefa okkar að heyra það eftir þáttinn sko það er alltaf ekki að gefa það út nei það er ekki gefið út það er bara nema að fara að comedy plötu sko Hvernig finnst þér nýja platan að syngja? Hún er bara mjög fín sko Já það er mjög sniðugt hjá hann að gefa út 1 og 1 lag bara, já það er svolítið sniðugt sko bara eina viku þá var hann svona jafnt og þétt mér finnst störuglega Snáðar það er sturla lag og með Herra Hnitsmjör og Gefi já, minnst það þau best sko það er ekki og eins og fyndi þeirra Maggi Mix er í þessu Snáðalagi Halló, þetta er mixarinn ég ætla að kenna ykkur hvernig á að stunda heilbrigt kynlíf ógislega fyndi lag sko. Alltaf gott sko
Veistu hver Thor er? Þórir Óli svo pyrraður Í hérna veiðimaður læginu þá er kreditað eitthvað sem heitir Thor. Já, þú veist alveg hver það er. Hver er það? Er það Gunnar? Voru að spyrja yngi út í þetta Já, hann sagði okkur ekki. Sagði hann ykkur ekki? Nei. Ok. Hver er það? Veistu hver? Ég veit ekki hvort ég að segja það eða leif ykkur að halda leyndardómnum. Sko ég er ekki grínast, Óli er að deyja hennar. Já, við vitum hver þá er það. Vitið þið hver það er? Hver er Thor? Þið vitið hver er Björn? Já. Ok, hver er þá Thor? Líka hann þá? Nei, ég. Ég Andurs, leiðu það er svona, vitið hver er þá er þetta. Gunnar er ekki Thor það? Gunnar er Björn. Já. Hann heitir Gunnar Björn. Já. Ok, hvað heitir Ingi? Hann heitir Thor. Ingi Þór Bauer. Hver er þá Thor? Af hverju, hann er kreditað líka sem Ingi Bauer. Já. Af hverju þá Thor? Bara upp á gamanið örugglega. Er það bara hægt að kredita sjálfum sér tvisvar? Já, ég meina hann gerir bara sem hann vill. Þetta er platan hans. Já. Þetta er svo skrítið. Óli var að reyna bara að ná þessu útrunum eins og leiðilegt að ég sé að fiska skemma en já, ég er núna aðeins búin að vera að tala um Inga núna í þessu podcasti en myndist hann eitthvað á mig í sínu podcasti? Ekki neitt. Jú. Við telum alveg um mig sko. Það er reyndar, hann ætlaði að spyrja spurningu frá honum. Já. Þannig að er einhver munur á honum fyrir þegar hann var með kæristu sinni og eftir hann var ekki með kæristu sinni á Inga, sérst. Og vildi hann vildi vita hvort þú sér eitthvað mun á honum í beinni, í þessu podcasti? Nei, bara segja okkur. Bara þú veist, í persónuskilur held ég. Bara þú veist. Já. Var hann að tala um þetta í podcastinu? Kæristu sinni? Já. Já, ástæðsorkina. Já. Hann fór í þangað? Þetta var mikið talað. Fengum ekki vita af hverju það hættu saman. Það var eina sem fórum ekki. Nei. En er hann er hann öðruvísi? Hann er að spyrja þig já, just. Hann er meira einhvern veginn svona kannski einhvern veginn svona hann er meira kannski svona þú veist já, hann er alveg öðruvísi sko en þú veist kannski er þetta að segja einhvern veginn svona hvernig sko já, ég veit en þú veist ef ég ætti að reyna að orða þá er einhvern veginn bara svona það er bara einhvern veginn svona er einhvern veginn í svona einhverju flæði skilur já það er þetta að segja okkar hann er að búa til plötu svona tengt því smá já svona ástasorgsplötu já það verður meira svona svoleiðis sem hann gerði þegar hann var á ferðalagi kringum landið Ísland já einmitt er hann búinn? Tilbúinn? hann er að vinna inni sko þannig að ég á eftir að heyra eitthvað að því sko og það var ég platan sem ég gerði hún heitir Instrumental EP Volume 1 mitt og þau spurðu mig akkurat á brennslunni fyrst hún heitir Volume 1 er það ekki að gefa skina að Volume 2 muni koma út brálega þannig ég held stefnaði svona 2022 já, mitt næsta ári reyna að fá einhverja góða fæver gælu til að syngja já, en þetta er náttúrulega Instrumental EP þannig að já, reyndar mér finnst líka svo pirrandi sko ég var að reyna að finna tónlistina á Instagram Music hún átti að fara þangað ég var að reyna að leita lagi frá þar en þú þarft að fylla upp eitthvað skilyrði já, ok þú þarft að vera með eitthvað minnstu kosti 15 sekundar söng þannig að tónlistin fari í Instagram Music það er fullt instrumental lögum þar þannig ég skil ekki þetta er eitthvað bull sko hún er svona TikTok bull já, geggjað þannig að ertu mikið á TikTok sjálfur? Nei, ég er alveg hættur á TikTok sko ég þú veist, maður er alltaf bara eitthvað að skrolla þú veist, TikTok eða Facebook eða Twitter eða eitthvað svona en eftir ég fekk áhugamála sem var bara að setja upp og reikna einhverja hluti í Excel þá er ég bara meira að gera það heldur en að vera á TikTok sko Hvað ertu að reikna? Bara alls konar sko en svo ég reiknaði út, þú veist ef að árskort í sánu kostar 35.000 kall eða 36.000
þá kostar þú veist ef þú fer einu svona á dag þá kostar það þú veist 10 krónur eða eitthvað Já, fyrir, hvað skiptið það? Já, einmitt. og svo er ég að reikna út þú veist borgar að sé fyrir mig að kaupa árskort eða 10 skiptakort Já, þú veist, og ef þú fer einu sinni í viku kostar það 100 krónur þú veist og ég var að fara þú veist kannski einu sinni í viku að meðaltali eða eitthvað þá borgaði þessi meira fyrir mig að vera með 10 skiptakort þar sem að þú veist út með borga 4.700 fyrir hérna 10 skipti og þú getur farið bara hvenær sem er þá er skipti á 470 þannig að ég var að reikna eitthvað svoleiðis og svo er náttúrulega að reikna fullt með fasteignina sem ég var að kaupa þú ert með fasteignagjöld og sorphirugjöld og alls konar sem þú ert að borga Já, þú ert ekki fluttur inn Nei, ekki alveg strax en svo er alls konar líka sem ég er að reikna í Excel þú veist eins og hérna já eins og bara með mat skilur þú veist hvað það kostar og þú veist ef að hádegismaturinn minn kostar 600 krónur þú veist og kvöldmaturinn kostar meðaltali 1250 krónur þú veist hvað er ég að eyða á mánuði í mat og hvað get ég komist upp með að eyða í mat þú veist ef ég púsla saman einhvern uppskriftum sem er ódýrar og eitthvað þú veist það er alls konar skemmtilegt sem er hægt að reikna í þessu sko. Þetta er góður að elda síðan þú byrjar að elda heima Já, ég hérna prófaði eldum rétt daginn Já, það var mjög gott sko Þú ert svolítið góður að elda ekki Já, smá Hann er byrjað að elda og taka með sig í vinnuna Já, flott sko vorum alltaf að tala um þetta í bónus sko hvað við eitt mikil pening í bónus það er 150 skall þegar við unnið hana Já Þú veist alltaf að köpa ykkur hádegismat Það er svona ódýrari heldur en að fara okkur að veitingastæði Já, reyndar, en samt sko Samlokis kostar 500 kall sko Já, þetta er helviti dýr sko Ég meina það er ódýrari heldur en þú getur ekki fengið skyndibita fyrir þú veist undir 1502 skalli sko Nei Þannig að samloka 500 er alveg versloppið Já, það er alveg versloppið En svo þetta vinna þú veist alveg kannski eða sumufrí þá þetta vinna kannski alla daga eða svona næst í alla daga þá safnast þetta upp alveg heldur fljótt sko Ég er svolítið að vinna með það kaupa mér svona Thai Cube frosin í krónunni og hérna hitanbur í örbylgjunni það er 600 krónur það mætti vera ódýrara en þú veist ef ég gerir ommeletti heima eða eitthvað þá er það miklu ódýrara þannig að ég fara að gera eitthvað svoleiðis Já, eina sem er svona ódýrastu bónus og er alveg ágætt eru núðluna hana Já Hvað var það þurr? Hvað kostar það? 76? Nei Minna? Jömjum 39 eða eitthvað sko Já, herrðu, já, sæll það voru náttúrulega ódýrar Ég er að tala um hana Cups eða ekki Já, ég fæ mig aldrei svoleiðis Það eru náttúrulega bara 40 eða 39 Já Það er crazy sko Já Kannski okkur að þetta kalla college food Það er alltaf ekki Tókstu Þú tóku náttúrulega lán fyrir íbúðina ekki? Jú Það var hérna bara hjá Landsbankanum Þegar maður er að taka lán þá þarf maður að skoða rosalega mikið hvort maður vill hérna Verðtryggt eða óverðtryggt? Já, þú veist, það er enginn að fara í verðtryggt í dag sko Nei, ok Þú ætti að skoða hvort þú vilt festa vextina eða það á breytilega og það er náttúrulega Seðlabankinn er að spá mikilvæg vaxtahækkun núna þannig að þá viltu festa vextina áður en Seðlabankinn hækkar stýrivextina og svo skiptir máli hvort þú ert með jafnar afborganir eða jafnar greiðslur ef þú ert með jafnar afborganir þá ert að borga hærri upphæð en þá ert að eignast eignina hraðar ef þú ert með jafnar greiðslur ert að borga lægri upphæð en þú ert að eignast eignina hægar það þegar með jöfnum afborgunum þá ert að borga meira af láninu og minna í vexti en með jöfnum greiðslum þá ert að borga meiri vexti og minna bara inn á láni sko Já, einmitt eða auðvitað, ég vona að ég sé að fara rétt með þetta ekki taka þessu sem financial advice frá mér, kæru hlustendur Þetta er bara eitthvað podcast, við erum bara svona blört út hlutum En já, voruð þið búin að skrifa niður einhverja spurningar eða vildu þið bara hafa þetta svona spjall? Við vorum með þetta spjall, en svo vorum við með einhverjar Instagram eða ekki? Jú, ég var ekki búin að setja hérna á þetta Nei Ég kíkja á hérna að sjá Hérna varst ekki annað myndina sem við seti Jú, fín Erum við náttúrulega tvær frá þér Já Hvað er upp á slæðið með Inga Bauer? Já, ég ætlaði sko að hlusta á hérna katalóginu að Inga og vera búin að ákveða þetta áður en ég kom sko en hérna
mér finnst Áttavöldur alltaf vera mjög skemmtilegt lag sko. Áttavöldur? Já, Ingi sagði einu sinni við mig að Áttavöldur lagið væri mig sko. Þegar ég væri svolítið Áttavöldur. Spurði Ingi Báður remix sem ég veist að gegja. Já, það er gott. Ísbíllinn, Áttavöldur, Tilbaka, Rangur maður. Ég var búin að gleyma hann Tilbaka og til. Ég kreditaði sem höfundur á Tilbaka. Ef ég fyrir á Spotify og fyrir view credits. Það er gott lag sko. Hjálpaði hann aðeins með svona textavinnsluna í því. Mér finnst ólíka týpur líka sem hann er með reyni mjög gott. Og en þú þurftur að velja nýju plötunar. Já, snáðar eða gefi sko. Það er náttúrulega hann. Herri, akkur er Stefán svona sætur aftur á þér? Þið áttu ekki að segja þetta. Nei, ég meina bíp, akkur er Stefán svona sætur? Það er því ég fer svo oft í sánu. Já, ferðu oft í sánu? Já, það eru húðin svo mjúk. Ég elska að fer í sánu. Ég veit ekki hvort ég sagði þess að sögu síðast líka. Já. Þegar ég var með kalt fyrirtæki með Inga. Þá átti ég svona vassheld nafnspjöld úr plasti. Og ég var með í vasanum og sundskilinu. Já, herri, djók. Og svo þegar ég var í sánunni og kannski var að spjalla við eitthvað og hann kannski átti eitthvað fyrirtæki og allt í henni tók ég upp nafnspjöld og sagði, herri, vantar þig ekki myndband, henni er kalt fyrirtæki. Það er þetta helviti fundi. Ég man eftir svo alltaf í vloggunum og varst alltaf að láta Króla fá þetta og láta hann hella nokkuð yfir Já, þessi vasseldu nafnspjöld. Ég komi fyrir ykkur eða vil ég fá. Já, 100%. Hvað er það? Ég bara ætla að láta ykkur fá það sko. Já, frá ykkur. Já, til. Ég skal hella fullt af vatni yfir. Hver prentar þetta? Það voru félagar okkar. Þeir voru með svona prentfyrirtæki. Þeir eru ekki lengur með sko. Nei, ok. Hvað er uppáhaldslægið þitt á nýju plötunniðinni? Já, eins og ég sagði það er Ásbyrgi og Sunset Boulevard. Það er það sem búið að koma. Já, herru, hvað veitir innblástur? Það er síðasta spurningin. Já, það er mjög góð spurning. Það er eiginlega bara eins og ég segi þegar ég set mér markmið og svo næ ég markmiðunum. Já, setja að tjekka markmiðin. Já, það veitir manni mikið innblástur og líka bara eins og ég horfi á þú veist einhverja mannesku og ég hugsa bara með mér herri, þessi manneska er þú veist ógeðslega góð í business og búin að vera gett successful og bara milljarðar með einhver. Kannski get ég það líka þú veist ef að þessi manneska getur það. Já. Það er svona maður reynir bara að finna innblástur frá úr umhverfinu. Myndirðu vilja vera milljónamæringur? Ég er náttúrulega milljónamæringur. Já. Nei, en milljarðamæringur. Já, segjum bara á morgun myndirðu vilja vakna bara með bara eins mikið pening og það getur hugsaðir. Það er svolítið tvísýnt sko. Já, margir segja þetta sko. Að þegar þú veist það getur orðið manni að miklu falli sko, mikið fjö eða þú kannt ekki fara með það sko. Peningar eru svona ákveðin orka sko. En það væri mjög gaman þú veist, bara geta keypt sér þú veist 10 herbergja einbýlishús með sánu og Tesla og eitthvað. Það er það fyrsta sem myndi gera. Bara við þurfum að kaupa hérna 10 íbúða hús og Tesla. Já. Myndir ekki reyna að fjárfesta strax eitthvað? Jú, það er alltaf fjárfesting að kaupa fasteignir sko. Já, þú veist að búi en jú, ég myndi alveg heiklust fjárfesta sko. Sérstaklega í fasteignum bara leiði út sko. Já. En ég setti mig markmið held ég fyrir 2030 eða eitthvað eða 2025 að eignast Tesla. Þannig að ég hlakka til að horfa á þetta þá og hlusta á þetta þegar ég er að keyra í Teslunum minni. Já. Hvernig Tesla? Svarta eða hvíta örugglega Model 3. Já. Svörtu Tesluna eru ógeðslega nettar. Já. Ég skvítar á flottinni. Mér fannst svo nett að ég var einhvern tímann að horfa í bónus út og svo kveikti Tesla, svona svart Tesla ljósin og ég sá ekki hann og ég bara shit, þetta er nett. Það var ógeðslega cool. Já, ég var án að tala við ykkur hljóðbækur. Já. En ég tók svona tímabil á svona tíma þar sem ég var að hlusta ógeðslega mikið af hljóðbókum. Og eins og ég segi þá vill ég helst hlusta á fræðibækur frekar heldur en
svona skemmtibækur og ég er búin að vera að hlusta á bækur eins og The Everything Store sem fjallar hvernig Jeff Bezos stofnaði Amazon. Já. Og flesta bækurinn sem ég hlusta á það svona 3 þegar þú hlustar á í fyrsta skipti þá er svona meðtaka, þá er kannski keyra og þetta svona lustin svo hlustar á í annað skipti og þá svona þú veist áttur að betra á því hvart þú hlusta á svo þú eru hlustar í 3 skipti þá ertu alveg 100% búin náinn og kantar auðvitað smá svona náttúrulega bókin Rich Dad Poor Dad. Já, ég heiti hana. Þau verið að hlusta á hana. Já, komið sæl kæri hlustundur, verið velkomin í bókahort Stefáns. Í dag allar hann að mæla með 10 hljóðbókum eða svo. Það er maður sem heitir Ray Dalio, hann gerir Principles. Hann er með klikku YouTube-vídeó. Þið verðið að horfa á vídeóna sko. Svo er svo er bók sem heitir Sapiens eftir Yuval Noah Harari. Það er tímamóta bók sem að fjallar mannkynssöguna og það væri allar að hlusta á hana. Svo gerði hann framhald sem heitir Homo Deus. þá var hann að velta fyrir sér framtíð mannkynsins. Og hann skrifar á þessu bók aftan á hana: það er líklega að þú munir deyja úr þunglindi eða offitu heldur en hungursneyð eða stríði. Er hægt að þunglindi getur náttúrulega leitt til suicide og þannig að hann er að segja, þú veist, hvað við höfum, þú veist, gott í dag og talar bara, þú veist, þessi nýju vandamál sem að eru uppi. Svo er náttúrulega bókin The Power of Habit. Þar er maður að tala að tekur 21 dag að búið til góða vana. Já, einmitt, ég eftir maður. Mjög góð. Þannig að ef þið venn ykkur á okkur tekur það 21 dag. Svo ævisa Elon Musk, ég er búin að hlusta á hana 5 sinnum. Þú veist að meðtaka hana 2 svar, eða? Nei, það er bara, hún er svo skemmtileg sko. Og þá þá akkurat var eitthvað svona bloggsíða sem heitir Wait But Why, sem var að tala Elon Musk 2016. Þá heyrði ég þetta í fyrsta skipti. Ég var bara, vá, Tesla, þetta er gett cool. Þá heyrði ég fyrst Tesla sko. Já. Og ég hefði gett miklu að trúa á þessu eitthvað. Og þú veist, þá var hlutabréf að vera í Tesla, þú veist, $30 á hlut, skilur. Já, ok. Og þá náttúrulega hefði maður að kaupa, skilur, en maður fattaði ekki. En núna er hlutabréf að vera í Tesla, þú veist, $600 á hlut eða eitthvað. Já. Ertu eitthvað í hlutabréfunum með? Ég verslaði einu sinni aðra stærstu rafmynd í heimi sem heitir Ethereum. Já. Og ég verslaði hana 2017 og svo seldi ég hana 2020 eða 2021 með 700% hagnaði. Já. Það er ekki það mikil hagnaður í peningum. Það var 700%. Já, en peningum, hvað áttur er mikið? Það kemur bara í ljós. En Já, 1000 kall. 1000 kall í hagnað maður. En já, svo hlustaði ég á Steve Jobs bókina og svo bók líka sem ég er alltaf að segja Inga hlusta á. Já. Sem heitir Hitmakers. Hún fjallar hún heitir The Science of Popularity in an Age of Distraction. Og það sem að sú bók fjallar í raun og veru er að ef þú ætlar að gera eitthvað hitt, saman hvort sé, þú veist, málverk, bíómynd, lag, skilur við, þá þarf það að vera með svona get familiar element. Þú ert með element sem get familiar, sem þú svona kannast við, skilur við, en svo þarf það að vera með svona smá twist í því, skilur við. Já. Og svo er önnur bók sem heitir Digital Gold sem fjallar sögu Bitcoin. Hún er geggjuð sko. Svo er náttúrulega The Inevitable sem ég var að segja eitthvað frá og nú er að hlusta á bókina How We Got To Now. Það eru 6 kaflar 6 uppfinningar sem að breyttu heiminum. Já. Þannig að ég er rosa gaman að ég sko bara svona fræðast og læra eitthvað. Og mér finnst, þú veist, eins og saman hvort maður sé útskrifaður í skóla eða hvað, þá á maður eiginlega að vera læra eitthvað nýtt á hverjum degi. Já. Maður heyri það oft. Alltaf eitthvað nýtt tungumáli eitthvað kjátt að Já. Varstu góður námsmaður? Allt í lagi sko. Ég er náttúrulega
greindur með sko ADHD mm. og ég já Þannig að tröfla svo mikið með þessum fótum sko Hann að setja fætuna hérna saman og ég Tröfla þig? Já Er þú með ADHD líka? Ég örugglega eitthvað Já Hættu þessu Hann með ABBB ABBB, já Og hvernig það? Ertu með mikið ADHD? Nei, þú veist, ég er bara búin að læra á árunum að bara vinna með það sko Það er bara Býtu það svona erfitt að fókusa eða eitthvað Jú, en þú veist, ef maður er að gera eitthvað ógeðslega skemmtilegt eins og búið til tónlist eða leika sér í Excel að reikna eitthvað að þá eða spila Fortnite þá er það ekkert mál sko Það er svona allt mjög öðru Búið til að laga Excel eða spila Fortnite Já, bara svona hluti sem mann hefur gaman af Já, einmitt En já Nú er náttúrulega æskuld hægt hjá okkur Já Þú varst náttúrulega farin á æskuld eða ekki í lokin eða svona, þannig að þegar við tókum síðast viðtalið ykkur Já þá varstu búin að skráða úr æskuld eða svona það ekki? Nei, sko Já Þú veist þegar við Ingi stofnuðum æskuld það var, þú veist, 2011 og 2012 eða eitthvað og svo, þú veist, kannski 2013 eða eitthvað þá hætti ég í því, sko Já og svo þegar við byrjum að vlogga þá sjónaði það aftur eiginlega og svo 2020 bara í byrjun árs þá þurfti ég að einbytta mér á skólanum og klára ritgerðina og tók mér svona smá pásu frá því sko. Já. En svo aftur náttúrulega 2020 voru að gera eitthvað Among Us vídeo og eitthvað og svo voru við bara hættir að einhvern veginn, já, ákveðum bara að vera komið tími til að bara leggja vloggmyndavelina hillina og svo hvort það komið comeback ekkert það kemur bara í ljós. Já, ég ætla að mynda að spyrja, ég held að mér ekki sakna þess að vlogga. Þið voru náttúrulega með alveg huge vlogg, þetta var alveg eitthvað annað skemmtileg vlogg sko. Já, takk fyrir það, gaman að heyra. Ég mér finnst ógeðslega gaman að stundum að kíkja á YouTube og horfa á þessi vlogg og reminisca þessa gömlu góðu tíma sko. En að því við vorum að vlogga, ef við vildum hafa vloggin gett skemmtileg, þá ýtti það okkur í að fara að gera skemmtilega hluti, skilur. Einmitt, já. Þannig að það var að skemmtilega við það sko. Já. Hvað er svona, ef þið þurfa að velja eitt besta moment með æskuld, hvað heldur það myndi vera? Það er mjög erfitt að segja sko, en þú veist, þegar maður er að stríma og þú veist, þegar maður er í marga klukkutíma að stríma, skilur og svo hugsaðum bara með þú veist, okkur fyrir ekki bara að fá þú veist, spons frá Mountain Dew, skilur og þá allt innu bara svona, hei, ég er að fá pening fyrir að spila tölvuleiki. Já, ég veist, hversu surreal er það? Það er svakalegt. Þú veist, að vera bara svona, wow, það var mjög spes tilfinning sko. Og líka bara, þú veist, maður var svona með lendi í að, þú veist, maður var að fá skilaboð bara frá alls konar fólki, bara á öllum aldri og sem að það var bara að segja bara vídeóin ykkar Inga, þau eru bara geggjuð og þau gáðu mér innblástu til að byrja að vlogga, þau gáðu mér innblástu til að byrja að stríma eða eitthvað. Það var ógeðslega gaman sko. Það kom eitthvað vel fyrir það. Þegar maður að fá svona skilaboð bara að það sem maður að gera sé bara vel tekið sko. Já, einmitt. Þú var að tala við Inga þar sem þið voru að gera til Akureyrar, þú, Björn og Ingi og þið stoppuð á Blönduósi á einum. Ingi var rekognisar að krakka og sagði frá því og þú ákvæmst þá að labba mjög hægt til þess að krakki rekognisaði þig. What? Og þú fekk mynd með þér. Byrju, what? Hvenær var þetta? Ég veit það ekki sko. Sagði hann í hlaðvarpinu það? Já, bara. Ok, what? Það var svona lingur Var bara að freyma Ingi var bara, heyrðu, allar ekki að koma Stefán? Hún bara, jú, ég er að koma Og wow, mér ámar ekki að þetta. Þannig að krakkir rekna sig Inga og hann sagði mér það. Þú vildir ógeðslega mikið fá líka recognition og þannig ég labbaði hægt mjög hægt og krakkin rekna sig mig og vildi svo taka mynd Já. með Inga líka. Hann var búinn að gera með Inga Búinn að gera með Inga.
Já, hún finnst voru svo gaman að taka eitthvað svona sögur og ígæðar gett mikið, þú veist, þannig að þetta er Shit, þú sagðir samt finnist þessu í heimi þannig að síðast að vera með ykkur Já, að krakkanum að ná að selfa sig hana sem fekk flogið hana ég var að horfa á TikTok-vídeóið eitthvað að þið settið þetta á TikTok líka Já, það og þú veist, þetta er bara allt og fyndið bara eins og þegar Ingi kemur líka inn í þessu sögu bara hvað ég er á ísteginu mikla á Selfossi og ég sé gæja æskóld hættupeysu og ég labba upp á hann og ég er bara eitthvað hei, flott peysa og fyrir hlustendur sem vita ekki þá er æskóld hættupeysa svona svört hættupeysa með svona logoðun okkar Inga framan á sem er andlitun okkar frósin í svona klaka Já, bara útskýrði fyrir þeim sem er að hlusta og ég labba sér upp að stráknum í þessari peysu og ég segi flott peysa og hann lítur á mig og hann er svo confused á svipin hann er bara svona takk og hann er bara svona get puzzled já og eins og þú skýrði að hann fekk heila bara flog af því að hann vissi bara ekkert hvað hann átti að gera skilur og að finna við þetta er að svo sagði hann ekki þetta meira Nei og það er eins og hann hafi þú veist bara ekki vita að ég væri á peysunni eða eitthvað skilur þú veist eins og hann hafi bara keypt þessu peysun bara á Inga eitthvað ég það ekki og hann hafi fengið fatt að ég var á peysunni og svo hann að ég labbaði bara í burtu og skildi hann eftir bara og hann er reglulega ennþá bara núna Selfossi bara 2 árum seinna bara eitthvað Þetta er svo geggjur eða hver að gera það eða hann sem hann að kjöri sér já, Já, ég held að það er gera Já, Mhm. er ekki ístæðan mikla alltaf þar Jú. Já, svoleiðis. Farið áttu recognition það er bara mismundi sko eins og ég var að það er náttúrulega bara minna eftir því sem er að gera minna vídeo sko en ég þú veist, hef enga þörf fyrir það þannig sé skilur en þegar maður var náttúrulega yngri þá hafði maður kannski aðeins meiri þörf fyrir það Já, þú veist að því að þegar ég var yngri þá þú veist 10 ára eða eitthvað hugsa ég náttúrulega bara með mér eins og allir bara eitthvað mér langar að vera þú veist ríkur og frægur eða eitthvað skilur Já. og svo þegar maður er svona einan gæslappa þú veist þekktur eða fólk kannast um hann út af vídeónum hans og kallar á hann út á götu eða eitthvað og þú veist það er alveg fjör skilur en svo til lengdar verður það bara þú veist þreytt fattið þreytt já eða þú veist ekki beint þreytt Þetta er bara helviti skrakka maður hérna koma þér aftur nei ekki beint þreytt heldur meira bara svona þú veist kannski ekki þú veist það verður bara eðlilegt fyrir manni Já, einmitt en hérna en eins og daginn þá var ég að spila Fortnite og ég fekk bara invite frá einhverju random username og þú veist ég var búin að vera að spila solo og mér langaði bara að fá hérna eitthvað liðsfélaga þannig ég fekk bara invite frá einhverju random manneski og ég joinaði bara það partí og gæði maður bara oh my god Stefán Ice Cold ég var alltaf að horfa á streamin ykkar og vlogin ykkar geggja og sért að spila með mig núna og ég bara eitthvað já gaman að spila með þér Já, einmitt það var bara fjör sko Ertu góður í töluleiki? já alveg fýtt sko Ertu maður að æfa mikið eða ertu Það er náttúrulega að þjálfa töluleik Já ég var að þjálfa Fortnite sko en svo bara þú veist voru krakkarnir bara þú veist maður fekk smá leið á krökkunum að þau voru svo krefjandi sko Já, Hvernig það? þú veist ég kannski var ekki bestur að láta þau vera öguð skilur og þau voru kannski ekki að hlýða Ég sé ekki fyrir mér svona skammveikin nei Þú ég skalt ekki, hvað er með það? nei hérna bara jæja krakkar nú ætla ég að gera 10 arbegur og nú ætla ég að hlaupa 10 ringi þetta var náttúrulega svona það átti að vera hreyfingin í þessu líka ekki jú það var alltaf hreyfing í þessu sko Já, Og tók þér alveg velja já en þú veist svo er það bara svona já þú ert að spila með þessum og þá kemur eitthvað ég vil ekki spila með honum hann sagði ég var leiðilegur ok, hvað ég gerir því þú veist, bara eitthvað svona bara eitthvað leikskóladrama og ég bara nefndi ekki ég var líka náttúrulega að fara í 100% starf þarna hjá 18-19 og torkinu Já. í markarsmálum og mér langaði miklu frekar að gera það heldur en að þjálfa en að þjálfa var samt alveg geggjuð upplifun sko. Einmitt Þau eru ekki bara að fara að kalla það gott Jú ég held það Þetta er búin að bara heldur gott ég ætla að segja að upp á síðkasti Já. ég er búin að taka svona smá æði núna yfir Dua Lipa
og það eru 4 lög með Dua Lipa sem í svona liked songs sem á Spotify og ég hlusta á það minnst kosti 2 á dag. Og hvað lögur það? Í bara í Rick sko, hún bara ég dyrka tónlistina hennar sko, svo var ég að segja Inga bara eitthvað, það geggja lag með Dua Lipa og hann bara eitthvað, þú sem ekki FN957 basic bits, bara eitthvað fíla bara eitthvað svona radio tónlist mainstream tónlist, já. Og það er Love Again með Dua Lipa og Imanbek remix svo er Cold Heart PNAU remix með Elton John og Dua Lipa það er ógeðslega gott já, Óli fíla það mjög mikið dyrka svo er Fever með Dua Lipa líka og náttúrulega Levitating með Dua Lipa og The Baby ég held ég heyrti öll já ég er að fara að keyra heim núna og ég er að fara að blasta þessum lögum já. En er eitthvað sem við vilt segja í lokin bara plugga einhverju eða bara já, ég vil náttúrulega allir sæki appið 1819 torkið og fara að ná sér tilbúð, skar á sín ég læti ykkur gera það eftir lagarpið neyðar ykkur í það og og svona langum bara alltaf að fá alltaf til þess að að fara á Spotify og leita að Stefán Berg Instrumental EP, hlusta á plötunni í gegn já, góður það og og svo, þú veist, að þegar þú sagðir hvort ég ætti að segja eitthvað í lokin já. Ég var að segja þetta í báðum útvarpsviðtölunum en mér langar að segja kannski í lokin að ég hvaðan þetta nafn kemur Stefán Berg já, einmitt ekki aðeins jú, hlustaðu á viðtalið já, þetta hlusta maður á viðtalið í brennslunni yes sir bara þegar þú varst nývaknaður eða bara eftir á nei, bara þegar þú sagði mér þetta já, hlusta ég á þetta já, það var já, það var svo þannig að afi minn hann ólst upp í húsi á Dalvík sem kallaðist Berg og amma og afi þau hefði getað tekið þetta upp sem ættanafn sko, voru spáði að gera það og pappi var að tala um það en það var ekki gert sko nei. Þannig ég ákvað bara að stela þessu nota sem listamannafn fyrir tónlistina já, mjög cool tenging en já, og í lokin langar mér að segja bara 2 hluti, í fyrsta lagi þá vona ég að sé eitthvað úr þessu viðtali sem þið getur klift út og sett á svona TikTok sem svona boot sko 100% hvað með eitthvað juicy, eitthvað clickbaiti hætti svo, það fyrir að gera þetta mikið Ingi Bauer er geimvera nice klipp þetta já, og og svo í lokin langar mér líka bara að segja bara hver sem þið eruð eldi drauman ykkar og setja ykkur háleit markmið þú veist, það tekur kannski 4 ára að ná þeim en þegar ég náði þeim þá er þetta að vera svo ánægð já, það svo ég bara takk fyrir að koma takk hérna og svo sjástu eftir árið ekki jú, 100% það, þetta er alltaf árlegt við skulum bara tökum að Inga og Stefán árlega takk fyrir að hlusta og sjáumst